Hæ, velkomin í Prjónablaðar Ingu. Í þessum dag ætlum við að fara yfir verkefnastöðuna mína. Ég held að ég hafi ekki klárað neitt síðan síðast, nema kannski eina húfu sem ég er ekki með. Það er bara svolítið svona, ég held að sé niður frá einhvers staðar í verkefnavinnustofunni minni. En allavega, í þessum dag ætlum við að fara yfir, verkefni mín, sem sagt. Ég ætla að fara yfir smá kaup sem ég gerði á prjónagleðinni Guðrún þar síðustu helgi og síðan ætla ég að fara yfir líka með ykkur svona prjónaverkefnalistan minn. Þannig að þessi þáttur snýst meira uppskriftir og hvað mig langar að gera, hvað mig langar að prjóna. En verkefnalisti minn, kannski eins og hjá svo mörgum öðrum, lengist bara og lengist og lengist og lengist. En það er líka bara hlæg. Ég reyni að setja mér ekki einhver tímaramma hvenær ég þarf að vera búin með ákveðin verkefni. Ég bara prjóna það sem mig langar að prjóna þegar mig langar að prjóna það. Og þess vegna er ég kannski ekki búin með neitt síðan síðast. Ég held ekki. Ég var þú veist, ég er ekki ennþá, ég sýndi ykkur hinsokkin með grænutáni síðast. Ég er ekki ennþá búin að setja hæl á þennan, þá tekur mér bara enga stund, en ég er bara ekki komist í það. Ég er reyndar búin að gera vettlinga eftir að koma frá endanum á yngstu. Ég veit samt ekki alveg hvort að ég þurfi að breyta þeim aðeins, af því uppálega hugsaði ég mér að gera þá á Bergrós, en hún sagði nú heldur betur ekki, vildi þá ekki og vildi fá fjólubláa, ekki svona marglita. Þannig að Móheiður fær regnboga vettlinga, en bara ég veit ekki alveg hvort ég þurfi að minnka þá, af því að lengdin á milli er svolítið há fyrir, 2-3 ára barn. Og þumaputtin er pínu skrýtin, eða stuttur bara fyrir mér. Fyrst hann þurfa að byrja hérna og snokkur fyrir neðar og lengjan, því að lengdin á vettlingum sjálfum er fín á hana, bara mist þumallinn á eitthvað vitlausum stað fyrir yngra barn, af því að uppálega gerði ég það náttúrulega í númeri stærra. Þetta er sem sagt gatt frá mér, liturinn heitir Skessulæti, DK dokka, og ég er búin að gera húfu þá á Móheiði 2 ára, 3 ára, vettlingana, og svo ætla ég var búin að reyna, ég náði ekki húfu á Bergrós, alveg heila, þannig ég ætla að gera fjólubláan kant, af því hún vill nú frá fjólubláa vettlinga, og setja þá kollinn með þessum lit. Ég er að gera það. Það er ekkert meira hér og ný. Þessi má bara fara hérna upp. Svo er ég að gera annað sokkapar. Búið með bara strófi hérna uppi. Þetta eru sokkar frá Stone Knits. Kannski séð mynd af þeim, af því ég man ekki alveg hvað heita. Maple Leaf, nei, ég man það ekki. Leaf eitthvað. Ég setja þetta. Þetta er sem sagt úr jóladagatalinu frá systraböndum, og ég ætla að gera laufin, ætla ég að gera úr mismunandi litum. Koma laufrendur og ég ætla að gera úr mismunandi litum. Og svo sjá bara til hvað ég á mikið að gatni, hvað ég gerir margar liti. Hvað var það margar rendur í sama lit? Ég veit ekki alveg hvað ég á mikið, það er minna af þessum hérna, því ég nota smá af hennum í Patsy peysuna sem að ég sýndi ykkur
síðast. Minnir mig. Held ég. Svo er ég byrjuð öðru verkefni. Ég er að gera hérna Stefán West Sjál Texture Unite eða Textures Unite. Ég man aldrei hvort það er. Byrjaði á því fyrir mitt prjónahelgina þar síðast. Þetta er Baby Safe Lace frá mér. Ég er búin að gera hérna tvo kafla. Búin að gera 2 kafla af þessu. Og næst ætla ég að fara í, held ég, þennan lit með þessum hérna. Það koma nokkar svona lykkjur sem svona poppa upp litin. Og þetta sjálf verður vonandi til sýnis hérna á prjónagleðinni í júní. Ég ætla að reyna að vera þar með eitthvað gúmmulaðiskatt fyrir ykkur. En bara, mér hlakast til að gera þetta. En mér hlakast til að klára þetta. Og því að sko, þú veist, mýktin í þessu, ég er náttúrulega bara guðdómleg. Ég ætla ákveða að gera bara eitthvað crazy liti líka saman. Mér langar að gera það. Til þess að geta sýnt ykkur svona litapaletum sem ég er að lita líka. Og líka náttúrulega bara með sjálf til sýnis. Og líka ég er bara líka spennt að sjá hvort það hérna hvort það hnökri mikið hérna Baby Alpaca silk. Það er silki í því sem ætti náttúrulega aðeins að laga það, en náttúrulega er líka hérna Baby Alpaca í því líka, þannig að ég veit það ekki. En mér hlakka til bara að sjá hvað gerist. Herðu, ok, að ég sýna ykkur hvað ég keypti. Á prjóna hérna helginni þá fórum í heimsókn til hérna í prjónavinnslu sem heitir Urður. Fórum að kíkja, þau eru bara einsárs, Urður einsárs bara núna daginn. Rosa gaman að sjá, allar vélarnar. Og keypti hérna alveg 5 dokkur af lambaull frá Urður ullarvinnsla. Og þetta er bara dökkgrátt. Og ég ætla að gera mér peysu á mig úr þessu gagni. Svo keypti ég líka frá hérna frá stelpunum hérna í Rendur Drangastúdíó keypti ég mér svona leður bara leðurfeiti af því ég á eina hérna mött tösku sem er orðin svolítið sjúskuð og ég þarf að fara að bera á hana. Löngu overdue, þannig ég hlakka til að prófa þetta. Þær voru einmitt að hérna með sölubás á prjónahelginni. Ég var með myrkat líka og þetta var bara geggjuð helgi, prjónuðu mikið og þetta var bara æðislegt. Að sjá líka allt hvað allir hinir eru að gera og bara allar uppskriftirnar og hugmyndirnar sem maður fær og bara geggjað. Þannig núna ætla ég að lesa hans upp á tölunni, svona fara yfir minn lista. Ég set myndir og allt hérna hverju uppskrift sem ég set inn á. Og fyrst langaði mig, það er ein uppskrift hérna í þessari bók sem mér langar rosalega mikið að gera. Hún heitir Nót. Mér finnst hún klikkuð. Ég set ekki mynda þessari því hún er bara hér. Þetta er sko mohair peysa. Og það er prjónfestan er 30 lykkjur á stroffprjóni. 30 lykkjur, 40 umferðir, 10x10 cm með stroffprjóni á prjón nr. 3. Ok, þannig prjónarfrestan er í rauninni bara stroffið. Skilst mér, ég myndi, já. Hún er prjónuð frá upp. Þessi peysa, þú veist, það er alltaf geggjað.
ætla að reyna að sýna ykkur ekki, þú veist, uppskriftina sjálfa. Mér finnst hún klikkuð. Ég hlakka rosa mikið að gera þessa. Þetta er alveg á óskalistanum hjá mér. Síðan að listin í tölunni. Mér langar að gera baldursbrá eftir Sunnu Maríu. Hún er prjónuð á prjónum 5, prjónfestan er 18 og það væri enda geggjað að gera hana úr þessu og með kannski törkís, þú veist, hérna mynstrið. Það er hugmynd. Og ég fékk lánaða mynd frá henni, ég held það sé einhver pröfuprjónari sem prjónaði fyrir Sunnu. Hún Heiða Lind. Í þessum lit með törkís í einhvern bláum lit. Ég keypti þetta hérna gat ekki með henni öskut í huga en baldursbrá gæti verið málið þarna. Ég þarf að skoða hvort það myndi henta að maður sjá. Og það er engin prjónfesta hérna en þetta er gefið upp á prjóna 4-5. Og baldursbrá er prjónuð á 5. Þannig ég ætla bara að gera smá prjónfestu sem ég er kannski ekkert alveg, sem ég er ekki fræg fyrir að gera en kannski gera núna. Síðan er þessi kjóll. Augustín númer 21. Mér finnst það geggjaður. Hann er búinn að vera mjög lengi á listanum hjá mér. Prjónfestan er 10 leikir. En hvernig túlkið þið prjónfestu? Það stendur prjónfestan og svo stendur bara prjónar 8, 9 og 10. En það er ekki skrifað á hvaða stærð prjónfestan er. Mér minnir ég hefi opnað uppskriftir einhvern tímann og kíkt á það en ég sá hvergi á hvaða prjónastærð prjónfestan er gerð. Þannig að ég veit ekki alveg. Ég er ekki búin að ákveða gatni í þetta. Ég og vinkona mín Hildur ætlum að fara í samprjón á þessum vonandi í sumar bara. Ég er ógeðslega spennt. Mér langar að hafa hann annarkvort dökkgrænan, kannski svona blátóna einhverjum. Sem langar ekki að gera ljósan. En kannski bara gráum. Það væri ekkert ljótur í svona lit. Heldur. Þetta er spurning. Ég er svona, já, þessi er á listanum. Finnst það geggjaður. Svo er það Stramboli eftir Caitlin Hunter. Sami höfundur og er gerði þessa peysu sem ég er í. Í gatni þennan sem ég keypti prjónreinu fyrra og er ekki búin að nota. Keypti mér eitthvað svona grænt. Ég held þessi silkið líka. Keypti mér eitthvað svona grænsprengt gatt frá Hex. Ég held ég í nógu þennan ból. Það er vel gaman að nota það gatni í þennan ból. Kannski færði þú mikið þegar það er svolítið textjör í þessum. Hvort það væri mikið með gatninu af því gatnið er svona, þú veist, ekki einlitt. Það er svolítið mikið hreyfing á því og margir litir. Til að skoða gatnið, ég er heldur ekki með það er líka niður frá. En þetta er allavega prjónfesta 22 leikjur, 10 cm á prjóna 3,25. Ég myndi ábyggilega prjóna bara á 3,5. En ég held að það gatn sé synda ég sig ekki með gatn til sýningur. Af því ég á þann til garnið aldrei svo vant. Svo langar mér líka að gera segulblóð eftir hvernig segjum þetta? Aegyo knit.
Caroline Skogard Bentsen. Ég skrifa þetta allt. Af því ég veit ekki hvað ég sé þetta rétt. Ég veit það ekki. Mér langar að gera þessa. Ábyggilega í dökkbrúnu með einhverjum skærum lit í mynstrinu. Mögulega. Kannski, ég þetta ekki búin að ákveða. Það er svo margt óákveðið í þessu. En þessi prjónuð á 4,5 og það er 20 leikjur á 10 cm. Mér finnst þessi geggjuð. Búin að sjá margar prjónuð þessa. En ég er svo sein að hoppa á svona trend í að það er alltaf að hugsa svo mikið hlutina áður en ég byrja að prjóna. En allavega herðu, ok, svo langar mig að gera þennan trefil, slæðu, eitthvað. Þetta er djúf skarf eftir Irene Lynn. Hún var ekki blábólur mín eftir hann líka. Sem sýndi ykkur síðustu þætti og var í á Garnivalinu. Minnir þetta sé sami skutahönnur. Þetta móhair. Mér langar rosalega mikið að gera þennan. Ég hef séð þennan ég hef séð fólk binda slaufu, þú veist. Þú veist það bara í tagl og þetta slaufu. Ég hef líka síðan hef séð þennan bundin í derhúi, þú veist, sem slaufu aftan á. Það svona poppar upp. En mér langar virkilega mikið að gera þennan og ég er pínu að pæla hvort ég ætti að henda í eitthvað samprjón á þessum að ég sem uppfyll handritun skellum í samprjón á þessum því mér endilega láta mig vita í kommentin ef það er áhugi fyrir því. Af því ég myndi alveg vilja gera það, eitthvað skemmtilegt að gera eitthvað samprjón. Ég veit að margir fílar samt ekki móherið, en kannski getur maður gert hann úr BBC Glaze. Það er ekkert rosa þykkt. Þetta er prjónað á prjónar 6 og 14 leikjur á 10 cm. Það væri alveg spennandi að sjá hvort það væri hægt að gera þetta á þetta. Ég þarf ekki prófa að gera prjónfestu pröfu úr þessu á prjónu nr. 6. Kannski gera það því ég áleika til þess að gera prjónfestu pröfu og prófa hvernig það yrði. Það væri gaman. Svo er þetta Vasara. Mér finnst það sturlað fallegt. Þetta er eitthvað sem langar rosalega mikið í. Vasara er svona sjal. Þetta er ekki poncho, þetta er sjal. Þetta er eftir Ines Sang. Prjónað á prjóna 325 og það eru 22 leikjur á 10 cm. Þú veist, mér langaði bara í einhverjum litum. Ég er ekki komin inn á hugmyndir þar. Ég er allt í einu orðin bara rosaleg sjalamannskja. Ég byrjaði ekkert að prjóna sjöl fyrir ári síðan. Bara ég upp úr áramótunum í fyrra, þá var ég prjóna sjöl og ég er búið með fullt. Ég er búin að gera 1 Textures Unite. 1, 2, 3. Ég er ábyggilega búin að gera 5 eða 6 sjöl. Og mér langar í svo miklu fleiri. Það er bara alveg svoleiðis. Heyrðu, svo langar mig. Þessi er líka samt falleg í þessu hérna. Kaldagil eftir Döggu. Mér langar að gera þannig. Margir flotti litir, rosalega margar myndir af
alls konar alls konar litasamsetningum inn á Ravelli. Mig langar að gera þessa. Hún er prjónuð á prjóna 3,5, 4 og 4,5 og það eru 18 lykkjur á 10 cm. Það er bara spurning hvort ég noti þessa ull í Kaldagil eða í Baldursbrá. Það er svona, vá, þá þarf ég að fara að pæla í því. Hvort langar mig meira í fyrst? Því ég ætla að gera peysu á mig úr þessu gagni. Því ég hef nú, ég hef alveg prjónað 2 lopapeysur sem ég ætla að gera fyrir sjálfa mig, en svo bara fannst mér þær fara manninu mínu miklu betur, þannig að hann á það núna. Ég og bara einu lopapeysu sem er heim í sveit og hann á hinn 2 sem ég ætla að gera mig. Þannig að mér vantar lopapeysu. Það er alveg klármál, ég ætla að gera úr lambsullinni. Hlakka til líka að sjá hvernig það er og verður. Herðu, síðan er það logn Golla frá Bello Knits. Ég er búin að gera mér lognpeysu sem ég gerði 2001. Minnist það. En mér langar líka í Gollan þegar mér finnst það geggjusæt. Hún er fljótprjónuð. Þegar maður er komið með lag og mynstrið þá er ekkert mál að gera mynstrið. Ég var alveg rosa lengi að finna út hvernig mynstrið þetta vera, af því að ég náttúrulega var ólétt og með nýfætt barn þegar ég var að gera hana. Þannig að ég kenni bara heilatókunu það að ég bara skildi ekki byrjunin á mynstrinu og bara átti rosalega erfitt með að byrja að gera mynstrið. Og það tók mér nokkur tilraunir. En þegar ég kom með lagið upp á lagið með það, þá var það geggjað og gaman og auðvelt og fljótlegt. Hún er prjónuð á prjóna 6 og það eru 14 lykkjur á 10 cm. Ég notaði minni mig, hvað hét garnið? Kos. Já, Kos frá Sandnes. Ég held samt að það sé hægt í sölu. En ég þarf að finna eitthvað annað. Strops eða eitthvað. Myndi ábyggilega henda í þetta. Svona sem ég man eftir í Fljótublaði. Svo langar mér líka að gera rok dumupeysu. Hún er líka frá Bello Knits. Bara rosalega svona þykk og stór og kósí. Ég vil að geggja yfir henni. Hún var geggjuð. Mér langar að gera hana eða dúnusvetter frá Thelmu Steinmann. Mér langar í aðra hvora. Ég held að sjá mikið eiga báðar. En já, þær eru svipaðar en samt ekki svipaðar. Rok er ábyggilega bara að gera slétt og brugðin, en það er klukkuprjón eða hálfklukkuprjón í dúnasvetter. Mér langar í aðra hvora. Já, og talandi Thelmu Steinmann, þá langar mér líka rosalega mikið að gera Thelmu hút eða Thelmu skarf. Ekki blettþegumynstrið heldur hitt með snáknum og því í 2-prjóni. Mér langar sjúklega mikið að gera það. Ég fór einmitt á námskeið hjá henni Thelmu á prjónagreininni fyrra að gera svona tvíbanda munsturprjón. Það er ekki búið með prufustykki mitt en það er einhvers staðar. Þarf að rifja það upp áður en ég fer að gera þetta. Þetta er prjónað á prjóna 4,5. Ég fann ekki prjónfestuna í Fljótublaði, hún er potið einhvers staðar. Kannski finn ég hana og setja hana inn líka. Mér finnst þessi trefill sturlaður. En hvort ég geri með hettu eða ekki, það bara kemur ljós einhvern tímann því ég fyrir að gera það.
hvenær sem það verður, hvort það verður á þessu ári eða næsta ári eða eftir 5 ári, ég veit það ekki. Vonandi samt ekki. Vonandi ekki. Svo langar mér líka að gera hérna Marled Magic eftir Stephen West. Mér langar að hafa hana samt ekki alveg svona crazy colors. Mér langar að hafa hana meira svona einsleitari. Þú veist, kannski ekki alveg einlita samt, en svona í svona svipuðum tónum. Langar mig að gera. Ég hef séð margar. Hérna, það var íslensk sem var að gera svona. Hún var hún ekki með svona ljósbeis á litin. Samt ekki alveg einlit. Ég man ekki hver það var. Sú flík geggjuð. Svo hef ég líka séð að það fullt af útgáfum af þessari inn á Ravelry. Þegar síðan alveg einlitaða. En já, mér langar að kannski eitthvað nýjana, en ég ekki alveg búin að ákveða. Það líka niður frá. Ég get ekki sýnt ykkur það heldur. Já, en mér finnst það geggjuð. Hún ábyggilega ekki kósí bara yfir svona kjóla og vera leggings og eitthvað. Og mér langar að hafa hann svolítið svona oversized. Mér langar ekki að hún sé alltof hérna svona formfitið á mér. Hún prjónuð á prjónum 5, 23 lykkjur á 10 cm. Svo eru fleiri straflar eða stjöl eða hvað þú vilt kalla það. Mér langar að gera þennan In the Moment Wrap eftir hérna Sweater Freak. Mér finnst margar útgáfur af þessum geggjuð. Bleikið geggjaður. Og líka hérna annan með bláu, fjólubláu svörtu. Mér finnst hann líka sturlaður og það er bara rosa mikið. Ég mæli með í að skoða þennan. Þetta sjal inn á Ravelry. Rosa margar flottar hérna litasamsetningar á honum. Þetta eru 21 lykkja á 10 cm, prjónuð á 3,75. Og svo náttúrulega, þú veist, kosturinn við svona sjöl er að þú getur gert þau bara alveg eins litrík eins og þú vilt. Þú veist, ef þú átt, þú veist, afgangar þá bara nota maður hann bara eins og það kemst til þess að klára einhverja liti. Þegar maður á marga liti. Þannig að mögulega nota ég einhverja restar af jóladagatölu í þennan eða, þú veist, afganga hérna úr þessu hérna sjali, þú veist. Eða eitthvað, því það verður pottet afgangar af þessum hérna allavega. Þú veist, það er allt hægt. Mér finnst það kosturinn við sjöl. Þú þarft ekkert endilega að eiga, þú veist, eitthvað x mikið magn í hana því maður getur bara leikið sér með það eins og maður vill. Svo er það Rosy Sweater. Ég er svo búin að horfa á þessa síðan að koma út. Langar svo að gera hana. Margir búin að gera hana. Ég ætla bara alltaf hérna eitthvað, þú veist, allan tíman í heiminum að ákveða mig hvernig ég vil hafa hana. Úr hverju og eitthvað svona. En mér langar að gera þessa. Mér finnst hún geggjuð. Þetta er, já, eins og ég sagði áðan, Rosy Sweater eftir hérna Lene Holmes. Prjónfestum þessari er 21 lykkja á 10 cm og prjónuð að prjóna 4 og 4,5. Þú veist, rosa margar fallegar. Mig langar annarkvort að gera hana í, sko, ég veit ekki hvort ég vil gera hana bláa með svona neonbleikum rósum eða hvort ég gera hana úr grárri og hvað er hann grá? Gráa með einhverjum með fjólbláum rósum. Veit ekki. Ég eftir að endanlega ákveða það. Eins og svo margt annað, en mér langar að gera hana. Svo finnst mér þessi geggjuð. Hún er geðveik. Oxford Jumper
eftir Fable Knitwear. Bara púffermarnar, mér finnst hún sturluð. Ég ætla að gera þessa. Kannski verður hún fyrst, ég veit það ekki. Nei, samt ekki. Oh my god, ég veit ekki hvað ég ætla að gera fyrst. Prjónfestan 16 lykkjur, 10 cm og prjónuð á 3,5, 4 og 4,5 hálfan prjón. Þú veist, mér langar kannski bara í eitthvað svipaðan lit og þetta er. Eða græna. Eða græna, Veit það ekki. Mér finnst hún sturluð. Mér langar í þessa, oh my god. Svo fannst mér þessi hérna falleg. Þú veist, mér langar að gera hana kannski samt. Ger ég hana ekki, ég veit það ekki alveg. Ég finn bara ljós, en hún er allan á óstakalistanum. Eins og er. Það er hérna Witherun eftir Melody Hoffmann. Bara virkilega fallegt munstur í þessari og eitthvað svo kósí, geggjuðu pils. Hún er prjónuð á 7. Og er 12 lykkjur á 10 cm. Ég myndi alveg vilja fá hana, ég myndi vilja þessa í svona ljósum lit kannski. Held ég. Ætli maður myndi ná. Ég veit það ekki. Ég bara er með allt og margar hugmyndir núna. Mér finnst hún mjög falleg, þessi. Mjög falleg. Hún væri örugglega líka falleg bara sem sko rúllukragapeysa. Ég held mér sýnist hún ekki vera rúllukraga í þessari mynd allavega. Svo hérna síðasta peysan sem ég vil sýna ykkur, eða síðasta flíkin sem ég vil sýna ykkur, er Lace Jumper eftir Irena eitthvað. Ég kann ekki bera þetta fram, bara afsakið það. Hún ætla rosalega fallegt dítil í þessari, bæði í sko bara mynstrinu sjálfu og kraganum, hálsmálinu og líka bara sætt hérna að geta bundið saman og fengið svona pínu púff. Mér finnst það geggjað. Þú veist, svona mest fráhrindandi með þessa finnst mér vera sko að hún sé bundin í mittið. Þú veist, ég myndi alltaf að reyna að fela það. En mér finnst hún sturluð. Hún er prjónuð á prjóna sko númer 3 og svo 6,5. Prjónfestan er 16 lykkjur á 10 cm. En mér finnst hún geggjuð. Veit ekki hvað lit mér langar að gera. Einhverjum svona, ég held að hún þurfi að vera samt í einhverjum ljósum lit. Einhverjum svona föl. Þú veist, fölblá eins og þessi, eða fjólblá, eða fjöl, svona, hún var ekki geggjuð í svona föl bleikum, svona skýjableikum einhverjum. Það var geggjað. En já, þá er ég búin að sýna ykkur það sem ég er með. Það er pottet eitthvað fleira sem ég er að gleyma. Þetta er bara svona eitthvað sem ég tók til. Tók saman svona 1 og 10. Ég veit ekki hvað þetta eru margar flíkur til alveg, þú veist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kannski 18. Flíkur. Svo langar mér líka að gera fleiri sokka frá hérna Stone Knits sem er ekki á svona lista. Og hann bara lengist og ég hef ekki allan tímann í heiminum til að prjóna. Hvað ég geri, ég veit það ekki. Kemur í ljós, þið bara fylgjast með hér hvað ég enda á að gera. Já, svo alltaf, ég veit ekki hvenær ég á að hafa tíma heldur. Ég er með hérna uppskriftir í hausnum, alltaf búin að prjóna eina barnapeysu, þessa hér, sem ég á bara eftir að
reikna út aðrar stærðir og ég held ég þurfi eiginlega að prjóna hann aftur í stærri stærð af því mér langar bara að sjá hvernig hún er og hvort að ég sé að reikna þetta rétt. En bara hvernig ég hef tími í það, veit ég ekki. Af því mér langar að prjóna svo mikið. Ég bara, já, þeir eru eflaust í sömu sporum og ég varðandi þetta. Verkefna óskalistinn lengist bara lengist. Ég væri þvílíkt til í að heyra hvað ykkar draumaflík sé sem ykkur langar að prjóna á ykkur sjálfar. Já, á ykkur sjálfar. Ég er svona nýfarin að fókusa meira á sjálfa mig heldur en á krakkana. Þú veist, Bergrós vill ekki vera í peysum. Ég á einhverjar peysur sem Móheiður passar í síðan að Bergrós var lítil. Hólmar á alveg peysur sem bæði ég og langamma hans prjónaði. Þannig að þeim kannski vantar ekkert alveg eins mikið og mér. Ekki það mér vantar peysur en gaman að eiga þetta. Gaman að nota því ég er alveg dugleg að nota þær. Allar svona þær sem að mér finnst heppnast vel. En já, bara endilega fylgja mér, subscribe, megi fylgja mér inn á mínu Instagrami og náttúrulega uppfit það hérna er linkað hérna fyrir neðan. Og bara endilega segja mér hvað ykkar draumaflík er. Bara þangað næst, þá segi ég bara bless.